Ágætu hlustendur Lindarinnar, við höldum áfram með frambóðsspjallið okkar og við erum búin að fá annan frambjóðanda hingað í hljóðver Lindarinnar. Það er hann Alex Stefánsson sem er komin hingað í stuttviðtal og hann ætlar að svara þeim spurningum sem við höfum lagt fyrir stjórnmálaflokkana. Það voru gaman að heyra í honum. Komdu sæll og blessaður, Alex. Já, sæll ertu og takk fyrir að taka mótið mér. Þetta er ánægilegt að vera komin hérna. Já, gaman að fá þig hingað í hús og heyra þína svona lífsskoðun, trúarskoðun. Þú átt lifandi trú. Já, einmitt lifandi trú, en það er kannski partur af því sem við munum fara í að hver og ein manneskja á að kannski hafa sitt frelsi og fá tækifæri til að iðka sína trú og hérna, það er spennandi mitt að fá að ræða þetta mál. Já, gott mál. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Við sendum ykkur í Framsóknarflokknum því að þú ert fulltrúi Framsóknarflokksins. Einmitt. Og þú ert í 3. sæti Reykjavík Suður. Já, ég veitur ég að sæti núna. Já, svo það sé öllum kunnugt sem á að hlusta. Fyrsta spurningin sem að án efa margir hlustendur Lindarinnar vilja heyra frá ykkur og afstöðu Framsóknarflokksins til er hvaða atriði það eru sem eru formlega á stefnuskrá Framsóknarflokksins varðandi þjóðkirkjuna og frjáls trúfélag. Já, núna nýverið var einmitt haldið upp á 34. flokksþing Framsóknarflokksins árið 2016 sem er nú æði merkild af því að flokkurinn verður 100 ára á þessu ári. Afstaða flokksþingsins, hún birtist í því sem er ályktun kirkjumál og þar segir að Framsóknarflokkurinn vill að áfram veri stutt við öflugt starf þjóðkirkjunar allt land enda hafi hún skyldur við alla landsmenn og sóknargjöld félags- og trúar- og lífsskoðunarfélaga sem að ríkið hefur tekið af sér innheimta fyrir þau á grundvelli samninga og laga að sé skýr krafa sóknargjöld renni óskert til trúar- og lífsskoðunarfélaga. Hver er afstaða Framsóknarflokksins til tengsla ríkis og kirkju? Framsóknarflokkurinn hefur allan lagt mikla áherslu á það að þjóðin öll fái tækifæri til að tjá sig stjórnarskrána og þannig ekki langt síðan að það var kosið þetta atriði í drögum að nýri stjórnarskrá frá stjórnlagaráði. Það er allavega mín persónlega skoðun og ég veit að langflestir myndu taka undir mér með það að þetta ákvæði, hvort að það á að koma fram í stjórnarskrá eða almennum lögum, að það sé í íslensku þjóðarinnar að taka ákvörðunum slíkt þar sem að hver og einn geti sagt sína skoðun og svo skoðun sé hrein og ekki raunni tekin af einhverjum öðrum heldur hún komið bara beint frá hjartanu og fólk fái ráðið. Þá ertu nú eiginlega komin inn á þriðju spurninguna sem að fjallar einmitt stjórnarskrána. Teljið þið ástæðu til að fjalla trú eða trúmál í stjórnarskráni fari svo að henni verði breytt og ef svo að hvaða leyti? Það er mitt liggja núna fyrir tillögur sem eru margt spennandi. Ég hef nú sett reynda spurningamerki kannski við nokkur atriði í þessum nýju drögum en þessi spurning hvort að trú og stjórnmál að hvað leiti þetta á saman þá er náttúrulega alveg skýrt í stjórnarskránni að það er trúfrelsi á Íslandi en stjórnmál geta ekki komist hjá því að fjalla eitthvað gildi og gildi og trú geta líka skarast þannig að það er allavega okkar afstaða að hér sé trúfrelsi að fólk hafi tækifæri til að iðka sína trú og við getum byggt samfélag sem er á gildi manngildis og það eru mitt kjörorð í Framsóknarflokknum að setja manngildi ofar auðgildi og það er skoðun, það er gildi þótt að þetta gildi ætti sér mögulega einhverja hliðstæðu við kristinni trú þá því það ekki endilega að þetta sé kristin trú eins og hún leggur sig. Þannig að stjórnmálin eins og við erum að reyna að bæta samfélagi hvort það er með samvinnu eða einstaklingsfrelsi, það snýst að mörgu leyti gildi og trú getur líka hjálpað okkur að átt okkur á því hvar við stöndum í sambandi við þessi gildi en stjórnarskráin hún dálítið mikið gildi og stjórnarskráin fjallar það hvernig ákveðnir hópar, minnihlutahópar njóta ákveðin réttinda á við aðra og það ekkert að skerða þau réttindi og það allan að styðju við áfram.
En svo ég komi aðeins aftur inn á þessi tengsl ríkis og kirkju. Nú liggur fyrir þessi samningu frá 97. Er Framsóknarflokkurinn á þeirri skoðun svona í yfirlistri stefnu að þetta breyta þessum tengslum eitthvað eða auka bilið eða minnka bilið? Samband ríkis og kirkju er mótað af stjórnarskránni alltaf einhver leyti. En það gilda skýrlög að hér sé trúfrelsi á Íslandi. Flokkurinn hefur ekki sett sér yfirlýsingu að bera breyta þessum samningi og raunir þangað til að flokksþing eða Framsóknarflokkurinn heild ákveðu stefnubreytingu þá er einmitt ekki kannski ástæða til að sjá annað en við viljum ekki breyta honum þangað til að við setjum fram hvernig við ætlum að breyta honum. En eins og öll mannaverk þá er sjálfsagt að endurskoða alla hluti, fara ítarlega við og fara yfir kostur og galla. Þetta snýst kannski allt í lokin að við höldum áfram að gera Íslanda betru samfélagi, við höldum áfram að veita fólk tækifæri til að iðka sína trú, við veitum fólki tækifæri til að dafna og vaksa í umhverfi sem er styðjandi og kærleiksríkt og þar koma trú og lífsskoðunarfélög mjög sterk inn. Sumir telja gildismat kristinna trúar hornsteinin í íslensku þjóðfélagi. Aðrir telja kristna trú vera úrelta og óviðeigandi. Hver er afstaða Framsóknarflokksins? Afstaða Framsóknarflokksins er náttúrulega að hér ber að vera samfélag þar sem við setjum manngildi og ofurauðgildi og við erum mjög styðjandi þeim réttum og skildum sem kom fram í stjórnarskrá Íslands og til gamans var ég að lesa yfir stjórnarskrána eins og ég geri stundum og í 77. grein kemur fram að öllum sem þess þurfa skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar eða annarra sambærilegra atvika. Og það má spyrja sig hvernig slík setning tengist kristinni trú og auðvelt að sjá einhvers konar samsvörun en það þýðir ekki að við viljum ýta einhverjum kristnum gildum yfir á fólk sem kýst það ekki en þetta eru gildi, þau tengjast kristinni trú, þau tengjast líka öðrum trúarbrögðum en við viljum standa vörðum þessi gildi. Hversu mikið tellið þið að stjórnmálin eigi að fjalla trúmál almennt? Þetta er eiginlega bara mjög spennandi spurning. Það er óumflýjanlegt eins og ég sagði að stjórnmál tali gildi. Við viljum að þeir sem eru í samfélaginu þurfa aðstoð eða þeir sem eru í samfélaginu vilja veita aðstoð, að vilja sýna öðrum einstaklingi innilegan og virkilegan áhuga og aðstoðan við að komast aftur á rétta braut eða að fá tækifæri til þess. Það á að vera trúfrelsi á Íslandi, þá að vera frelsi til að iðka trúna og þeir sem að vilja hjálpa og vilja fá hjálp eða að hafa tækifæri til þess. Telur Framsóknarflokkurinn svona yfir línuna að kristnar kirkjur, líknarfélög eða hjálparsamtök hafi haft áhrif á Íslands samfélag og ef svo að hvaða leyti? Það er alveg ljóst að samfélagi sem við erum í dag, það er ekki tilviljun hvernig það er orðið til. Við á Íslandi höfum farið frá því í upphafi síðustu aldar að vera eitt fátækasta land Evrópu, yfir í það að vera eitt af því ríkasta og við viljum gera betur. En allt þetta, hvernig við höfum farið áfram á samvinnu, samstöðu með samtryggingu og trausti, það er eitthvað sem er ómetanlegt og hefur skipt okkur öll gríðilega miklu máli. Við afstöðu Framsóknarflokksins vil ég kannski bæta minni eigin persónlegu reynslu. Nú síðast fyrir 3 árum þá misti ég systurson minn í bílslysi og það var mér og minni fjölskyldu ómetanlegt að geta haft gott fólk til aðstoðar og sjúkrahúspresta. Það breytti því að í staðin fyrir að vera alveg bugaður þá gat maður allavega staði aðeins upp og veitt þeirra sem áttu sárast, sem var einmitt móðir hans, kannski örlítið aðstoð. Ég segi það sko, trú og trúfélög, þau skipta máli. Það eru þúsundir Íslendinga sem að lenda í hremmingum á hverju einasta ári og það er sjálfsagður réttur að kjósi þetta fólk að eiga að einstaklinga og félög og kirkjur í samfélaginu sem að það getur leita til
þá það mjög mikilvægt að það sé stutt við það. Já, það gaman að heyra það að þú átt lifandi trú, Alex, og eins og sagðir hérna við mig fyrir viðtalið að þá kíkir stundum í Nýja testamentið þér til styrkingar og uppörfunar og hérna gaman að heyra það að trúin nýtist ykkur á erfiðum tímum. Það einmitt þannig sem orð Guðs kemur til okkar og við getum staðið á orðinu eins og við stöndum á kletti. Það hjálpar okkur á erfiðum tímum, gefur okkur von og líf. Gerir það svo vissulega og það eins að tækifæri fyrir mig sem manneskju að búa í þessu samfélagi, að taka þátt í þessu. Ég meina Framsóknarflokkurinn hefur sem flokkur, hann eru ákveðna skoðun það að það sé frelsi og trúfrelsi og íslenska þjóðin fái ráði hvar kannski í stjórnarskoðum með almennlegum komið fram hlutverk þjóðkirkjunar og kirkna allt land, en fyrir mig persónlega þá ég þakklátur fyrir allt góða fólk sem þarna úti, sem tilbúið að veita mér og minni fjölskyldu stuðning þegar áfalli kom. Og ég raunni þakka bara, kærlega fyrir. Þetta ekki sjálfsagt, þetta ekki sjálfgefið og það bara ómetanlegt. Þannig að þú þekkir það af eigin raun hvað trúin getur gert fyrir einstaklingin og fjölskyldunar. Trúin, hún gerir kraftaverk og hún flytur fjöll, en trúin er svona fyrir mér persónlega, það ákveðið svona tækifæri, það ákveðið tækifæri til að vera góður og gera gott og passa sig að þótt að við séum ósamála eða þótt að við séum að takast á hlutina, þá erum við allt manneskjur og við þurfum að koma fram við hvort annað virðingu. Ekki spurning. Þakka kærlega fyrir komuna, Alex, gaman að fá þig hingað og heyra þinn vitnisburð. Ég bið Guð að styrkja þig og efla á allan hátt á þessum lokaspretti fyrir kosningarnar og áframhaldandi líka. Guð blessi þig og þína, heilsu þína og allt það sem að þú tekur þig fyrir hendur. Og ég veit að trúin mun fylgja þér áfram og styrkja þig og efla. Takk fyrir komuna. Takk fyrir.